Þú var 3-3 jafntefli hérna á heimavelli KR gæsalappa, hvernig svona bara þvílíka senur, hvernig líður? Líður ekki vel að sigur sem var í hendinu hjá okkur og öll 3 stig sem við áttum bara skilið miðað við frammistöðuna, miðað við svona kjörstöðu sem við fengum nokkra sinnum í leik til að skora fleiri mörk og sérstaklega ekki að þú vinnur ekkert leik utan svona stóra mistöki sem gerðist í svona 99. mínútu. Aðeins út í fyrri hálfleikinn, þið byrjuðu leikinn svona, veit ekki hvort að þið hafi verið slæmir, KR gríðarlega bara góðir fyrsta hálftíma, lendið hérna undir og komið svo byrjuðu leikinn svona almennilega eftir það? Ég er ekki sammála því að það var hálftími sko. KR að byrja sína leiki á fullum krafti undanfarinn og við erum búin að tala þetta og það er svona koma Grímari til leiks og ná marki svona frekar snemma en mér finnst við nokkra skipti í stöðunni 3-2, 3-3, 4-3, bara í rauninni vantar svona aðeins betri sending til að skora mörkum skilur í pressinu í boltan hátt upp á velli nokkra skipti sem gátu bara refsa þeim hressilega sko. Þannig mér finnst svona heilt yfir við betri aðilinn í leiknum og eins og ég sagði áðan í kjörstöðu til að skora, Lukas fær líka dauðafæri til að skora 4. marki sko og afgreiða leikinn en samt svektur að eins og ég sko að ná bara 1 stíg úr leiknum. Verður að spyrja út í dómarana þess en það var tækling hjá Tryggva í seinni hálfleik. Ertu búinn að sjá þetta aftur? Heppinn að sleppa bara við gult? Tryggva? Nei, ég er ekki búinn að sjá Dan Atvik. Þegar KR og Valur spila saman, það eru fullt af tæklingum. Það var á báðu boga og mikið barátta og stöður barátta sem á að vera. Það er ástæða fyrir svona leiki milli KR og Valur svona með mikið hefð og svona yfirleitt svona hazardleiki fullt af mörkum. En ég held að það betri spurning sko, af hverju dæmt víti fyrir brot sem bara vel fyrir út á teginn sko, í svona 100. mínútu eftir að búin að bæta 6 mínútur við. Þannig það er svona meiri mistök held ég sko. Eins og segir, ég ætla að fara að tala þetta undir lokin. Ég stóð hann upp í stúku og bara áttaði mig ekkert á hvað Helgi Mikael var að dæma. Ertu búinn að sjá þetta atvik aftur eða hvað skýður hann? Já, ég er búinn að sjá atvikinn aftur og það er brot hjá Hólmari en hann er vel fyrir út á teginn og í rauninni þá er þetta svona stór mistök sem hefur áhrif á úrslitin því miður. Svona mistök sem fer bara í rauninni á okkar hálfu. En við tókum bara þetta á kassan og haldum áfram, tókum bara allt gott úr leiknum í dag og það var margt gott á móti góðu liði KR og byggjum von á það fyrir næsta leik. Gríðarlega svekkjandi að fara ekki með 3 punktana heim á Hlíðarenda? Alveg klárlega, sérstaklega sko þegar þú með þetta í hendinni og mér finnst miðað við frammistöðu við áttum þetta skilið. 2 stig eftir fyrstu 2 umferðirnar, er þetta svona áhyggjuefni eða horfum við bara bjartir á framhaldi? Við horfum bjartir á framhaldi, viljum meira í báðum leikjum og mér finnst svona strákarnir mínir og liði miðað við spilamennskuna og svona liðsheildina og allt sem við vorum að leggja á sig á vellinum sko, áttum skilið meira en 2 stig en við erum bara á ákveðinni vegferð sem var að byrja inn í janúar og þessi vegferð er uppleið og þannig hvernig ég er að horfa á alla leiki framundan og núna er bara að sleikja sárin í kvöld eftir þennan hazard í lokin í dag og vera bara klárir í næsta leik sem er bikarleika mútið Grindavík. Aron Jó og Kitti Freyr upp stúku í dag, hvað er svona staðan á þeim? Þetta var svona smá óhyfni, Aron fekk eitthvað sling í hné í leika múti Vestra, reyndi samt að æfa en það gekk ekkert upp og Kitti var bara klár átti að byrja leikin og kom svona eitthvað sting í hælinn hjá honum á æfingu í gær og því miður var ekki klár þannig vonandi það verður ekki lengi frá sko. Er þetta að vera klárir í hvað Grindavík eða allan að gáa? Já, ég meina næsta leik er alltaf mikilvægast og það er bara bikarleika múti Grindavík og bikarkeppni sem við bara höfum mikið stór markmið til að fara þannig við verðum bara núna að undirbúa leikin vel og vera klárir á Laugarinn til að mæta svona sprækju Grindavík og liði sko.